Reykjavík síðdeis klukkan 8:08. Það svona heyrir til tíðarandanum að maður verður var við að alls konar námskeið auglýst fyrir vetri. Það hið eðlilegasta mál, vetrastarf að hefjast, októbermánuður komin á stað og eitt af því sem maður tekur eftir eru ítarlegar heilsufréttir, eða það að segja auglýsingar af alls konar efni sem að menn sér til sjálfstyrkingar eru mörg meinin hægt að vinna á með Ertu að tala fæðubótarefni? Nei, það alls konar kalk, söltu fyrir líkamann og það tilgreindir ákveðin líkamshlutar, þetta gott fyrir blóðrásina eða gott fyrir liðina kalki fyrir beinin allt þetta þetta orðið gríðarleg verslun með þetta og heilsublað held ég heilsuhúsins hafi verið nú síðast dreift með blöðunum. Steinar B. Aðalbjörnsson er næringafræðingur. Hvaða augum lítur þú á þetta þar að segja, er þetta allt saman að ykkar mati sannar og ábyggilegar upplýsingar sem að menn fjárfesta í? Það að segja svona, ég veit ekki hvort maður á að kalla þetta náttúrulega efni, þú veist hvað ég á við? Já, ég skil þig, nei, heldur betur ekki og það má eiginlega segja að það sé að mínum mati oftar en ekki að það sé sagt ósatt með þetta. Þetta eru náttúrulega ákveðin efni, bæði vítamín og steinefni og náttúruefni, fæðubótarefni, náttúrulyf eru síðan annað sem að falla undir skilgreiningu og þú þarft að sækja leyfi fyrir því og það tekur ákveðið langa tíma og þarft að sýna fram á rannsóknir. En það er náttúrulega ákveðin efni sem að virka, eins og þið nefndu kalki fyrir beinin og það eru önnur efni eins og D-vitamín sem að hjálpar okkur með kalkbúskapin líka, sem að eiga alveg rétt á sér, sannarlega. En það er ansi mikið af svona yfirlýsingum og fullyrðingum sem að styðjast ekki við niðurstöður rannsókna. Og þá er ég kannski helst að meina svona fullyrðingar sem að eru í þá veru að það lækni eða lini sjúkdóma. Og því miður þá er það allt of algengt, eins og til dæmis í þessu heilsublaði sem að þú nefndir. Ég var reynda með á Facebookinu minni yfirlýsingum þetta bara síðast í gær. Að það er stór hluti, að allavega mjög álitlegur hluti af því sem að þar kemur fram sem hreinlega bara ósannur. Og þá getur við verið að vitna í ýmsa sjúkdóma og að þú neytir þessara fæðubótarefna eða þessara vítamín og steinefna að það leiði af sér að þú fáir ekki vissa sjúkdóma. Og þetta getur alveg í vissum tilfellum þetta verið rétt, en menn megi ekki byggja á kannski fáum rannsóknum eða jafnvel eins og mjög algengt að þeir sem að selja þessi efni, þeir hreinlega bara byggja á niðurstöðum rannsókna á dýrum. Og það er náttúrulega, við verðum að fara valið að tengja þetta á milli þó að það sé nauðsynlegur fyrirvari, svona forveri eða það sem kemur á undan rannsóknum á mönnum. Við sem neytendur þurfum að þínum að vera með fá betri tryggingu fyrir því að okkur sé sagt satt. Já, ég held að þetta er samt rosalega erfitt vegna þess að í vissum tilfellum á þetta rétt á sér. Það er að segja, það eru ákveðin efni sem klárlega hjálpa en það er ekkert alltaf þannig og þau efni sem eru hvað kannski mest í umræðinni eru til dæmis svo kalk og það eru D-vitamin og það eru fleiri efni sem að geta klárlega haft jákvæð áhrif á líkamsstarfsemina. En ég hef nú oft sagt að ef að hlutirnir hljóma of svona góðir eða jákvæðir til þess að manni finnist þeir geta verið sannir, þá eru þau líklega ósannir og ég held að sé bara ágætt fyrir okkur sem neytendur sem að kannski erum ekki alveg inn í þessum málefnaflokki eins og kannski margir fræðimenn. Að við höfum það bara, ef þetta hljómar og gott eða vel til þess að vera satt, þá er það líklega ósatt. Já, Steinar, hver er hollasta fæðan? Hvaða einstaka fæða er talin vera svo hollasta? Það er mest af vítamínum og... Það er nú kannski erfitt að segja, því þetta er svo mismunandi hvað er mikið af hvaða vítamínum, en ég held að... Ekkið? Fullt af smátar?
Já, það er nákvæmlega. Ég held nú eggin komist nú langleiðina í þá átt, en ég held sko að það næringarefni sem að við komumst styrst af með að neyta ekki náttúrulega vatnið. Já. Og við erum að stórum hluta úr vatni, þannig að ef ég ætti að benda eitthvað eitt, þá held ég myndi nú segja í fyrsta seti vatni, en ef ekki að setja eggi númer 2. Já, en af grænmetinu er aðalfæða Stjána bláa, spínatið, er það hollasta grænmetið? Já, það er nú bara mjög góð þumalputtaregla með grænmeti að þeim dekkra sem það þeim betra hvort það sé dökkgrænt eða dökkrauður litur eða annað, að þá yfirleitt meira af næringarefnum og spínat náttúrulega mjög gott. Það eru mikið af vítaminum og steinefnum og það eru andóksunarefni þetta líka, og eitt sem að margir kannski átta sig ekki á, að spínatið líka kalkríkt. Þannig að það hægt að ná sér í dágóðan skammt af kalki í spínatinu og ég sérstaklega fyrir ekki, ég reyndar að rugla, það er járnríkt, það er mjög járnríkt spínatið, og þá það sé kannski erfiðar að ná því úr spínatinu heldur en til dæmis úr kjöti, að þá gefur það okkur samt sem áður það er góð uppspretta af járni. Þetta er bara hörku máltíð, egg með spínati og vasklas. Já, og ég veit nú ekki hvernig það myndi bragðast, en það væri allan kjark og góð máltíð. Já. Steinar Aðalbjörnsson, kæra þakki fyrir þetta. Takk sem leiðis.